Þjóðlist af ýmsu tagi verður mál málanna á listahátíðinni Vöku sem haldin verður á Akureyri dagana 10. til 13. júní. Hátíðin er skipulögð af dansfélaginu Vefarannum, þjóðháttafélaginu Handraðanum og Stemmu, Landssamtökum kvæðamanna í samstarfi við Akureyrarstofu, Þjóðlist EHF og rannsóknarstofu í tónlistafræðum við HÍ. Tilgangurinn er að vekja athygli á mikilvægi íslenskra þjóðlista. Og þess vegna höfum við sett þetta saman svo við fáum öll tækifæri sem hér búum og erum að starfa að mismunandi liðum þjóðlistar til þess að koma saman, láti okkur heyra og skemmta okkur saman svo allir viti að það er ansi yndisleg þjóðlist sem við eigum Íslendingar. Dagskrá hátíðarinnar er afar fjölbreytt og samanstendur á bæði innlendum og erlendum atriðum á sviði dans, kvæða, handverks og tónlistar. Já, hvað varðar dansinn, þá kemur hópur frá Ástralíu. Þeir dansa hins vegar írska dansa. Þeir eru írskir af uppruna, dansar yfir dans, sem náttúrulega við hlökkum mikið til að sjá og kannski lærum við eitthvað. Svo kemur þjóðdansahópur frá Danmörku. Það kemur íslenskur hópur sunnan úr Borgarfirði sem heitir Sporið, dansar íslenska þjóðdansa. Og svo verðum við Vefarann að dansa. Áhersla okkar þetta árið, við ætlum að hafa þetta árlega á þessum tíma, að fagna sumri hérna fyrir norðan. Það er Bretlandseyjar, sérstaklega Skotland og svolítið England líka. Okkar listræni stjórnandi Chris Foster hefur mjög góða tengingu við þetta svæði og fær þess vegna til okkar frábæra tónlistamenn eins og þeirra helstu þjóðlagasöngkonu Jackie Oates og fjölþjóðagrúpuna Sans sem eru með tónlistamönnum frá Bretlandi, Armeníu og Finnlandi og spila mjög sérstaka þjóðlagatónlist. Auk dansins og tónlistarinnar verður líka boðið upp á 3 handverks- og heimilisiðnaðarsýningar. Handraðinn eða meðlimir Handraðins ætla að vera með lausavassasýningu sem þau eru að vinna. Það er í gangi núna hjá Handraðanum eða Handraðin stendur fyrir faldbúningsnámskeiðum og út frá þessu námskeiðum þá vaknaði þessi áhuga að það væri sniðugt að gera sér lausavasa og lausavassar eru svona litlar töskur eða vasar sem voru hengt við mittið við strengin á pilsunum og það verður svona unnir nokkrir lausavassar sem verða unnir út frá gömlu lausavössunum en það er frjáls hönnun á þeim og svo verður önnur sýning það sem er valið inn á og það er ýmiss konar þjóðlegt eða unnið út frá þjóðlegu handverki og verður einnig, það eru 8 eða 9 konur sem taka þátt í því og svo verður vonandi sýning líka eða svona sýnishorna sýning af þjóðbúningunum, faldbúningum og því sem að tengist þeim. Og svo verður náttúrulega líka málþingarna og ýmis námskeið líka. Já, við bjóðum upp á námskeið í að búa sér til lausavassa og vonandi eitthvað meira. Við erum ekki alveg búin að festa fleiri námskeið en það verða fleiri námskeið.